Kristinn Guðnason, formaður félags hrossabænda og formaður fagráðs íslenskrar hrossaræktar, segir að Magnús Lárusson, kynbótadómarinn sem lét ýmis óviðurkvæmileg orð falla þekkt kynbótarhross, knapa og ræktendur í opnu hljóðkerfi á Selfossi í vikunni, eigi afturkvæmt sem dómari. Magnús hefur ákveðið að víkja til hliðar sem dómari og hefur beðið alla þá sem hluta í að máli afsökunar. Magnús Hlynur Hreiðarsson segir frá. Málið snýst atburð sem átti sér stað á kynbótasýningu á Brávöllum félagsvæði hestamannafélagsins Sleipnis á Selfossi í vikunni. Í dómhúsi gleymdist að slökkva á hljóðnema milli kynninga hrossa í braut og upptalningu einkunna svo að gestur og gangandi máttu heyra hvað fór dómarinn á milli þegar hestar komu í braut. Þar lét einn dómarinn, Magnús Lárusson, ýmis orð falla í spjalli sínu við hina dómarana. Svona gekk þetta í að verða hálftíma. Málið hefur valdið miklum titring og meðal hestamanna og verið eina málið sem hefur rætt í greininni síðustu daga. Kristinn Guðnason er formaður félags hrossabænda og formaður fagráðs íslenskar hrossaræktar en málinu hefur vísað til ráðsins. Já, þetta var eitthvað sem okkur finnst óheppilegt. En þetta er, það er náttúrulega svo erfitt hvað á maður að segja svona hluti. Það er náttúrulega kannski fyrst og fremst það að þegar menn er að vinna svona vinnu þá verður þeir náttúrulega að gæta að sér í hvað þeir segja. En þannig er hann að nýða hestamenn og tala illa eitthvað hross eða hvað? Nei, sko það er náttúrulega eins og þú veist Magnús alltaf þegar svona lag kemur upp þá er nú svona alltaf bætt við það. En menn hafa misjafna skoðun á hestum og það er eins með kynbótadómara. Og auðvitað vitum við það að þegar fólk er svona eitthvað saman og er í lokuðri þá er fólk náttúrulega að tala eitthvað sem er kannski að hluta til í gamni. Og ég vil undirstrika, ég hef ekki séð nein rök fyrir því að þessi dómarar og aðrir dómarar hafi verið að gefa hrossum sem er kannski ekki alveg að þeirra skapi annað en þær engan sem þær eiga. Magnús Lárusson sendur á sig yfirlýsingu þar sem hann biðst innilegar afsökunar á framferði sínu og hann tilkynnir að hann hafi ákveðið að víkja til hliðar í dómstörfum kynbótarhrossa. Á hann afturkvæmt í dómarastarfið? Já, það sé ég ekki annað.